Gríptu helgarsteikina hjá okkur. Nauta ribbæ með 35% afslætti. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjamagasín, vikulega þátt úr menningu, mannlífi og atvinnulífinu á Suðurnesjum. Framundan áhugaverður þáttur úr smiðju okkar á Víkurfréttum. Grindvíkingarnir og tónlistarfólki Sólný Pálsdóttir og Sveinn Ari Guðjónsson fóru ásamt elsta syni sínum, Guðjóni, í fyrsta sinn í tónlistarsiglingu fyrir 3 árum síðan. Siglingin fyrir tónlistarfólk sem leikur progressive rock tónlist og eru 2500 manns borð í skemmtiferðaskipi í 5 daga að spila tónlist og ræða saman. Þau hafa farið saman í siglinguna í 3 ár og stefna að því að halda því áfram, en að eigin sögn þetta sannkölluð tónlistarveisla. Guðjón þurfti þó að sannfæra foreldra sína töluvert að koma með sér í siglinguna fyrsta árið og valdi hann það að fara frekar í hana heldur en útskriftarferð eftir að hann útskrifaðist úr Verslunarskóla Íslands. Þau eru öll sammála því að þau sjáu ekki eftir þessari ákvörðun í dag. Víkurfréttir hittu þau í heimastúdíónu þeirra eitt rigningarkvöld í Grindavík og fengu þau til að segja sér frá rocksiglingunum. Já, þetta svolítið sérstakt, þarna samnast saman, þetta 2500 mann sem koma saman borð og fólk allstaðar á heiminum sem á það sameiginlegt að hlusta á þessa tónlist. Og ég heyrði borð að það væri ekki nema 5% fólks sem hlustaði á þessa tónlist, þannig að kannski erfitt að mæla en það allavega kannski, já, ekkert rosalega margir. Þannig að þarna má ég segja að já, það sé svona bara veisla fyrir okkur að koma og hitta fólk og hlusta á þessar hljómsveitir eins og Marillion og Yes og Thank You Scientist og bæði sem sagt svona eldri hljómsveitir og síðan svona nýjar progg hljómsveitir. Þannig að þeir blanda svolítið saman. Það eru 2 grunnhljómsveitir sem að svona, eða 1 grunnhljómsveit sem heitir Yes, sem margir kannast örugglega við, sem að halda utan þetta og fá til sín bönd. En svo hefur þetta þróast svo skemmtilega að í fyrstu siglingunni þá sem að var, sem sagt, þetta 4. siglingin sem var farin og í fyrstu siglingunni þá þróaðist þetta 5. já. Þannig að í fyrstu siglingunni þá varð þetta prógram, eða þetta sem við erum að taka þátt í bara til þannig að þegar dagskrá var lokið á daginn, það bara tónleika frá 10 á morgnanum til 11 á kvöldin, að þá settist fólk á píanóbarinn og fóru að spila og syngja þessi lög. Og mikið af kannski margt af þessu fólki sem borð sjálft tónlistarfólk. Og þannig að það var svona bara alltaf partystemming fram eftir. Svo árið eftir þá var ákveðið að hafa þetta bara svolítið svona, hafa opið svið og fólk kæmi. Og svo rauninni þetta ár sem við tökum þá ákveða þeir að auglýsa eftir og setja inn ákveðin þátttökuskilyrði. Og í rauninni þetta bara byggt þannig upp að við erum bara í netsambandi við fólk og veljum okkur ákveðin lög til að flytja. Ég kannski með dettur í huga að syngja, setja einhver lag sem ég langar að syngja og þá bara óska ég eftir einhverjum og þá býður fólk sér fram. Það kemur bara bassarleikari, ég skal spila þetta og trommleikari sem allar að spila trommurnar. Svo bara æfum við okkur heima og svo svo skemmtilegt við þetta að svo mætum við bara og hittumst kannski fyrsta skipta sviðinni. Það aldrei æft, sem sagt saman. Við æfum bara og svo þetta alveg ótrúlega magnað og skemmtilegt. Svo bara kemur upp á svið og það bara gerist eitthvað magnað. Það eiginlega ekki þetta að útskýra. Já, það er mikið spenna í gangi að svona sjá hvernig þetta lukkast allt saman og gengur ekki allt upp. Nei, þarf ekki að mynda svona ákveðna kemestríu eða eitthvað þannig líka á sviðinu? Jú, sem gerist svona oftast nær en svona kemur fyrir eitthvað klikki og menn fara aðeins út af sporinu. Og líka kannski það sem skemmtilegt við þetta að tónlist oft svona kannski hjá atvinnufólki og svona náttúrulega orðin mjög vönduð og flutningur og annar orðin svo fullkomin, mætti segja sem svo. Þannig að það svolítið beautyið eða svona fegurðin við þetta að þarna bara má gera mistök. Þú mátt bara koma upp og flytja og þetta bara, eins og þeir segja, stundum texta og stundum texta ekki. En auðvitað gerir maður allt til þess að lágmarka mistökin og sem betur fyrir eru þau ekkert þannig mörg. Já, alltaf verið að hækka standardinn. Já. Svo kannski mesta beautyið við þetta að sko eins og þarna borð eru margar af mínu gömlu hetjum úr þessum bransa þannig að ég að hitta þá hérna bara
bara í kaffispjalli og fara yfir tónlistina og akkur á þessi plata svona og það alltaf bjútið í þessu og líka það að kallarnir úr stóru hljómsveitunum, finnst prógramið okkar svo skemmtilegt að þeir eru farnir að koma og spila með okkur. Þannig að við erum búin að spila með fullt af köllum úr stóru hljómsveitunum. Og það hefur verið svona óskráð regla að ef það kemur einhver úr svona sem við köllum stóru hljómsveitunum að þá ef ég væri búin að vera að æfa eitthvað lag heima og syngja og undirbúa mig kannski einhverja mánuði og svo kæmi einhver önnur söngkona eða söngvari og vildi syngja lagið úr í rauninni frægri hljómsveit. Þú gefið það sig úr hljómsveitinni sem þú ert að syngja lag eftir þá hljómsveit. Já, þá þarft þú að stíga og í fyrra til dæmis þá gerist það mér að það var bassaleikari sem bara vildi ekkert gefa eftir lagið sitt. Þannig að það voru 2 bassaleikarar á sviðinu. Þannig að þetta svona alls konar spenna og þetta grátur og hlátur sko. Þetta alveg þannig og til dæmis bara fyrsta skipti sem við komum fram saman, það var stór stund að vera að koma fram með syni sínum og eiginmanni, þú veist, út á sjó og Karíbskafinu og búið að æfa og undirbúa og svo bara fékk gamla eitthvað sviðskrekk. Við vorum mjög flottum trommara úr einmitt einu af frægu böndunum, þannig að þetta var svolítið spenna í okkur fjölskyldinni. Og ég ætla alveg að viðurkenna að sonur minn sendi mér frekar illt auga þegar ég var búin að gera 3. mistökin á sviðinu. Og fólk í salnum sagði svona eftir á að það nú kannski ekki víst að við myndum halda jólin saman miðað við svipinn sem hann sendi mömmu sinni. En það gekk vel á lokum, er það ekki? Jú, það var með stæl. Og hvað tekur siglingin marga daga? Hvað er þið lengi á siglingu? Þetta eru 3. til 8. hvað er þetta? 5 nætur. 5 dagar. Og þið siglið hvert? Frá Tampa og í þetta skipti komum við í Belize og Costa Maya í Mexíkó en oft á tíðum förum við ekkert frá borði, það er svo mikið að gera, það eru tónleikar út allt og þannig að það er held ég bara brot af fólkinu sem fer í land í rauninni. En það er kannski líka gaman að segja frá því að þetta í rauninni ekki bara tónleikar, þegar í rauninni þetta líka svona spjallstundir við listamennina. Svona spurt og svar. Já, og það byrjar þannig að í rauninni bara 10 á morgnana þá byrjar svona spjallstund, þannig að þú getur verið bara að spyrja hetjurnar þínar eða þetta fólk sem þú ert búin að vera að hlusta á, eins og við Svenni í mörg ár. Bara getur þú bara spurt persónlegra spurninga og þannig að það er það kannski sem gerir þetta svona sérstakt og svona sumir hafa hlegið á okkur og alveg bara akkur fer maður í siglingu og fer ekki í land, akkur farið ekki bara einhverja tónlistarhátíð einhvers staðar í landi, en þetta er það sérstakt af því við erum þarna saman í 5 daga með öllum þessu listamönnum og fólki eins og okkur sem eru bara svona áhuga tónlistamenn og okkur finnst gaman að spila og fáum tækifæri þarna til að flytja tónlist sem við höldum upp á. Þannig að þetta er svo sérstakt. Þú ert bara í morgunkaffi að spjalla við gítarleikarann sem þú varst að hlusta á kvöldi áður og varst kannski dolfallin yfir. Og það er svona, þannig að þetta er svona sérstakt samfélag. Við svona brosum stundum að því og köllum þetta svona nördasamfélag. En þetta er svolítið svona eins og fótboltamenn færu bara borð, þú veist, bara fullt af fótboltaliðum og síðan bara myndi bara þessi, við bara tökum einn leik saman og bara blanda. Við varum að spila kannski með Messi og Ronaldo bara í hátíðinu. Akkurat. Og svo Beckham eftir kvöldmatt. Já, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er svona, það er kannski það sem gerir þetta sérstakt, að við erum bara í þessum heimi. Og það er líka gaman að segja frá því að strákurinn okkar Sighvatur, sem er nú ekki með okkur núna í þessu viðtali, sem er 17 ára í dag, að hann kom með okkur í sína fyrstu siglingu fyrir 3 árum og var þá ekkert farin að spila gítar og ekkert í tónlist og var bara mest í tölvunni, var ekki í íþróttum og svona. Og þetta var svona vendipunktur í hans lífi því að þarna kviknaði bara áhugi á tónlist og hann hefur bara varla sleppt gítarnum síðan og tók þátt bæði í fyrra og núna og er að fara að læra og bara þetta svona kveikti eitthvað áhuga. Þið fóru 5 núna úr fjölskyldinu, ekki satt út. Hvernig gekk það? Bara mjög vel, já. Við þurftum okkur vantar trommarinn nefnilega, þannig að við tókum hennan 8 ára með. Þannig að Fjölnir er líklegu kandídat í það. Vantar trommar, já.
En svo kannski segir þú Guðjón frá því líka að það er svolítið skemmtilegt að þetta er búið að stækka svolítið þetta prógram, þannig að við byrjum á svona búgarði. Já, það er hjón sem að sjáum eru hluti af skipulagshópnum í kringum þetta sem er búa bara rétt hjá Tampa á svona búgarði og þau tóku upp á því að dagana 2 fyrir siglinguna þá bjóða þeir öllum sem taka þátt í þessu prógrami eða öllum sem vilja svo sem að koma og spila, setja upp svið og svo er bara spilað bæði önnur tónlist en þetta og tekið eitthvað af þessu lögum sem að verða spilað á skipinu bara svona undirbúningu fyrir það. Þannig þá gafst smá tími til þess að æfa svona fyrir þá sem að gátu komið saman. Já. Í rauninni var þetta fyrir okkur núna 7 daga tónlistarhátíð og fyrsta daginn á búgarðinum þá voru flutt 57 lög frá 10 morguninn til 11-12 kvöldið og kannski, hvað voru við, 30 í allt. Og við bara leiðum okkur húsbíl og vorum bara í húsbíl þarna við þennan búgarð að spila og flytja tónlist. Þannig að, en það er kannski líka gaman að segja frá því þegar hann kom með þessa hugmynd, þegar hann var semst að útskrifast á verslunarskólanum og finnur þessa ferð og svona flesti vinnur hans að fara í útskiptaferð til Benidorm. En Guðjón fann þessa ferð, langaði að gera eitthvað annað og svona fór að tala við okkur að koma með. Og það var þar sem þetta kerfi að þú þurftir að senda inn upptökur til þess að fá að taka þátt í prógraminu á skipinu. Og við vorum náttúrulega alls ekkert að fara að gera það, enda höfum við lítið verið í tónlist svona í seinni ár. Þá höfum við kannski verið áður fyrr meira svona í þessu. En Guðjón hætti ekki fyrir að við samþykktum að senda inn og fer í rauninni bara með okkur í sikkur lagi út í stúdíóið sitt og tekur upp og sendir og síðasta kvöldið sem rann út. Og svo var svolítið skemmtileg þessi helgi því að svo fékk ég tölvupóst og Svenni. Og ég fékk tölvupóst að ég væri velkomin í þetta prógram og ég var alveg svona bara, hvað ef ég kemst og hann ekki? Og ég fékk tölvupóst þar sem ég var samþyktur í hópinn og ég þorði ekki að segja neitt í svona. Þannig að það leið eiginlega svona heill sunnudagur á þess að nokkuð fyrir að segja. En við vorum svo heppin að fá að taka þátt í þessu sem er bara einstakt finnst okkur af því að þetta er eiginlega orðin svona eins og fjölskyldan okkar. Þetta fólk við erum... Já, eignist ekki alveg góða vini í gegnum þetta? Jú, tónlist tengir fólk saman. Bara, þú veist, þá skiptir engu máli hvaðan þú ert eða hvað... Hvort sérstu stóri hljóðstunum eða það er allir bara, og eins og það er skemmtilegt sérstaklega núna, það hefur aldrei verið jafn mikil þáttaka og svona viðvera hjá köllunum og stóru hljóðstunum á akkurat jamminu okkar. Þannig að þeir sátu bara í salnum og maður er svona að fara að venjast í að uppáhalds tónlistamennir eru þarna og ekkert mál að fara upp á svið og spila. Fyrst þegar maður nötrend og... Já, eins og fyrsta árið mitt þá var ég að syngja lag með þeim hljómsveitinni Yes, með söngvarann bara á fremsta bekk og ég alveg viðurkenni alveg að það var svona pínu stressandi. En það eru bara, þetta snýst ekkert um það að koma, sjá og sigra. Þetta snýst meira um að fara upp á svið, hafa gaman og það er bara það sem þetta snýst um. Þetta snýst ekki um einhverja heimsfrægði eða við séum eitthvað að reyna að verða fræg í útlöndum eða neitt þannig, heldur snýst þetta bara um þessa gleði og þetta eins og við þekkjum öll bara hvernig tónlistin einhvern veginn sameinar okkur og við erum alltaf þakklátt fyrir það að fá að deila þessu áhugamáli með strákunum okkar. Algengt að heil fjölskylda nánast fari bara út og taki þátt í svona viðburðum? Nei, og það verður að viðurkennast að þetta hefur vakið mikla athygli og við erum kölluð þetta Vikings borð, vikingafjölskylda frá Íslandi og þannig að þetta vekur það athygli að það séu 4 úr sömu fjölskylduna í þessu prógrami að spila sko. Sem er kannski algengar á Íslandi heldur en annars staðar, ég meina við þekkjum það frá svo mörgum tónlistafjölskyldum hér af því að fólk kannski svona heldur meira saman.
En þetta náttúrulega alveg einstakt að fá að ég ætla ekki það erfitt að útskýra þessa upplifun að vera á Karabíska hafinu og með bara manninu sínum og sonum sínum að spila og syngja og þetta einhvern veginn svona bara kannski sumir fara í skíðaferðir. Já. Þú veist, þetta svona svolítið okkar skíðaferð, þannig að já, við erum svona þakklátt, það ekki Svenni? Jú, mjög. Fyrir að Já, fyrir utan hvað þetta skemmtilegt. En víkkar þetta ekki líka tengslanetti ykkar í þessum tónlistarheimi, eins og þau segið, það ekki mikið svona tónlist hér á Íslandi? Ég stofnaði hljómsveit bara frá því síðasta ári, þá tveir strákar sem spilaði með og við byrjuðum hljómsveit eftir þetta, erum að vinna plötu og... Báðir frá Kanada. Já. Já, og þetta fara að auglýsa þetta sem fyrsta afkvæmi okkar late night jam sessions. Þannig að þarna voru leiddir saman strákar frá Kanada, Íslandi og úrvarð unit sem að taka upp plötu. Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Helgarsteikin fæst hjá okkur. Folalda piparsteik með 20% afslætti. Netto. Íþróttafélagi Nes á Suðurnesjum fór með stóran hóp iðkenda og þjálfara til Malmö í Svíþjóð dagana 9. til 12. febrúar. Þar fór fram sterkt alþjóðlegt mót fatlaðra sem haldið hefur verið síðan 1977. 6 iðkendur kepptu í sundi og unnu til margra verðlauna. Gabriel Ari var sigurvegari mótsins í flokki yngri iðkenda, en hann vann alls til 8 verðlauna, 6 gull, 1 silfur og 1 brons. En þess má geta að Gabriel byrjaði að æfa sund í september á síðasta ári og þetta því frábær árangur. Íþróttafélagi Nes hefur vakið athygli fyrir öflugt íþróttastarf en sunddeildin með æfingar í Akurskóla í Innri Njarðvík og Vatnaveröld í Keflavík. Suðurnesja Magasín kíkti á æfingu hjá sundfólkinu og ræddi við Helgu Eiríksdóttur sundþjálfara og Gabriel Ara sem að gera góða hluti í sundlauginni. Hvaða krakkar þetta sem að stundi höfðu sund? Þetta er svolítið breiður og mikill hópur. Já, þetta er mjög breiður hópur og þetta er allt frá hreyfihömluðum krökkum til bara krakka sem að þurfa einungis stuðning í skóla. Þannig að það er einmitt svolítið misskilningur og svona fordómar í samfélaginu að þetta séu bara hreyfihamlaða krakkar en það er alls ekki. Þannig að flestir eru krakkar sem þurfa stuðning í skóla og einmitt og ef það eru einhverjir krakkar úti bara sem að langar að koma að æfa að þá bara endilega hvetja þau til að koma og æfa með okkur. Krakkar sem er kannski ekki að æfa neitt og finna sig ekki í íþróttum hjá hinum íþróttafélagunum að bara endilega koma og prófa að synda með okkur. Það í rauninni engar hömlur á því að koma og vera með ykkur? Nei, bara alls ekki. Bara langa að æfa sund og vilja bara synda, já. Það er einu sem þarf. Krakkarnir sem að æfa sund hjá þér, þau hafa nú svolítið verið duglega að komast á verðlaunapalla og þau eru að ná góðum árangri. Já, heldur betur. Það eru bara, þau standa sér svakalega vel og það er bara mikla framfarir og það er gaman að segja frá því til dæmis að strákur sem byrjaði í haust, hafði aldrei æft sund, er í 9. bekk, Gabriel Ari heitir hann. Að hann er bara alveg búinn að rjúka upp í árangri og vann sinn fyrsta Íslandsmeistaratitil í 50 bak á Íslandsmótinu í 25 metra laug í október. Og síðan bara, náttúrulega fer honum fram, smátt og smátt, bæti við sundgreinum og svo núna förum við til Malmö í febrúar, fyrir hálfum mánuði síðan. Og þar gerir hann sér lítið fyrir og vinnur 6 gull, 1 silfur og 1 brons. Takk fyrir. Og síðan í kjölfarið þá er honum boðið að taka þátt í Special Olympics í Abu Dhabi. Og hann stökk á það strákurinn og alveg svífur á bleiku skýi og þannig að það er bara góðir og miklir og sterk og mikið að gerast, já.
Hann kannski svona gott dæmi strák sem var kannski ekkert mikið að hugsa það að skella sér í sund en svona fær brennandi áhuga fyrir þessu og nær fljótt góðum tökum á íþróttinni. Svona líka. En hann var sem sagt, hann var ekki neinu sporti og ég þekki hann, ég er kennari hérna í Akurskóla og vissi af því að hann var ekki að æfa neitt. En hafði áhuga, hafði verið svona aðeins að fikta við þríþraut og svona, þannig að en það vanti alltaf sund, hann hafði verið að hlaupa og hjóla. Þannig að ég hef samband við mömmuna og náttúrulega hitti hann líka í skólanum og spyr hvort hann hafi ekki áhuga að koma að æfa sund og hann svo stekkur bara á það og ég er svo fegin að hann gerði það því að hann alveg bara blómstrar í dag, allt bara lífið leikur við hann og hann er svo sæll og náttúrulega ennþá sælli að ná þessum flotta árangri þannig að það er bara góður hlutur að gerast hjá hann. Af hverju ákvaðstu að fara að æfa sund? Bara svo ég hafði eitthvað að gera og mamma sagði mér að fara í sund. Hafðir eitthvað verið að æfa íþróttir áður en þú byrjaðir að synda? Já, júdó, 1 ár. Já, og fótbolta smá. En hvernig hefur þú verið svona að fíla þig í sundlauginni? Bara mjög vel. Svolítið vel, ég elska sund. Rosalega skemmtilegt. Þú byrjaðir á að æfa skriðsund og hvernig gekk það? Bara mjög vel. Rosalega vel. Varstu fljótar að ná tökum á þessu? Já, svolítið. Fljótur. Þú ert núna nýkomin frá Malmö og mér skilst að þú var nú bara eiginlega hirt allt gull sem til var í landinu. Já, 6 gull. Segðu mér aðeins frá þessum verðlaunum, fyrir hvað var þetta? Þetta var fyrir flug 25, skrið 25, bak 25 og 50 skrið. Og þú ert ekki bara að æfa með NES, þú ert líka að byrja að æfa með IRB. Af hverju ákvaðstu að gera það? Út af því að svo ég æfi meira 6 sinnum. Ertu síðan að æfa eitthvað með þessu, einhverjar styrktaræfingar eða eitthvað slíkt? Já, bara planka heima og uppbyggingarstöng heima. Og kannski að stelast eitthvað aukalega í sund líka? Já. Ætlar að halda þessu áfram? Já, auðvitað. En þið getið bætt við ykkur fleiri á æfingar. Viltu fá að sjá fleiri koma að æfa með NES? Endilega, já. Ég hef alveg pláss fyrir fleiri. Þannig að það væri æðislegt. Bara, já, það væri gaman að sjá fleiri. Hvar eru þið að æfa? Herðu, við erum að æfa hérna í Akurskóla. Eldri hóparnir æfa klukkan 5 á mánudögum og miðvikudögum. Og svo í Vatnaveru klukkan 4:30 á fimmtudögum. Og þar komumst við í 50 metra laug. Laugin hérna er bara 18 metrar, 18,5. Þannig að við komumst í 50 metra laug þar. Eða 25 metra segi ég, 25 metra. Og hérna, þannig að þetta er æfingatíminn. Ef það eru yngri krakkar sem vilja koma, þá erum við hérna í Akurskóla klukkan 4, eða korter yfir 4 á mánudögum og miðvikudögum. Bara undan eldri hópnum. Þannig að bara endilega, já, bara láta sjá sig. Og þetta er góð sundlaug að æfa í? Æðisleg laug, æðisleg. Góður hiti hérna og vatnið vel heitt, þannig að já, hún er mjög góð. Ferskar og safaríkar appelsínur með 50% afslætti. Netto. Loks dagsins önn á enda, úti birtan dvín. Byrðu fyrir blökkum skugga, björtu augun þín. Ég skal þerra tár þín strega, tendra falin svo við getum saman vinur, sigrt og glæst í hvern. Lífið hefur hendur kaldar, hjarta ljúfur minn. Allir bera sorg í sefa, sárin blæða inn. Tárin falla heit í hljóði, heimur ei þau sér. Sofna vinur svefnljóð, meðan syng ég yfir þér.
þögla nóttin þaggar dagsins kvein. Felur brátt í faðmi sínum fagur eiðan svein. Eins og hljóður engill friðar yfir jörðu fer. Sof þú væran vinur, ég skal vaka yfir þér. Sof þú væran vinur, ég skal vaka yfir þér. Leið og þökkum ykkur fyrir áhorfið í þessari viku minnum við á aðra miðla Víkurfrétta, vikulegt blað okkar sem dreift inn á öll heimili á Suðurnesjum á miðvikudögum og fimmtudögum. VFF.is með fréttirnar frá Suðurnesjum alla daga vikunar og kylfingur.is með allar golffréttirnar alla daga ársins. Þennan þátt og eldri þætti Suðurnesjamagasíns getið þið líka séð á Víkurfréttasíðunni VFF.is. Þið getið hort á hann í símanum, spjaldtölvunni eða í tölvunni. Þangað til næst, verið sæl. Sæl.